og þetta sem sagt erindi í dag. Ég vil ekki áherslu, ég tók eftir sumir í gær fylgdist ekki alveg með því að fyrir svona nokkrum árum og jafnvel enn hefði leitið upp í Blavatsky Alfreð orðabók. Þá yfirleitt nefnt að hún sé svona heldur vafasamur karakter og hafi gerst sek alls kyns svik. Ég vil ekki áherslu á það að á undanförnum árum að þá hafa komið fram upplýsingar sem var gersamlega hreinsað hana af öllum svona ábyrgði. Þessi Hodgson sem var sendur hérna, hann var rúmlega 20 maður og var gersamlega óreyndur. Það var sagt að hann væri sérstakur sérfræðingur á þessu sviði, en hann var algjörlega óreyndur. Og eins og ég nefndi í gær að það var náttúrulega heimsveldið og notaði þá kristniboðana til að koma og voru það á Blavatsky og Olcott. Og ástæðan var náttúrulega að þau mæltu með að það væri eðlilegt Indverjum að halda sér við sína menningararfleifð. En náttúrulega heimsveldi vildi náttúrulega kristna lífinn þarna. Litu á þá sem svona frumstætt fólk. Svo var Sálarannsóknarfélagið að hún var vel vakandi fyrir því að í Bandaríkjunum það var mikið spiritisma og ansi mikið svik á því sviði. Ekki þannig að hún neitaði þessu fyrirbæri, en það var bara mikið það og þá vildi þau koma höggja á hann. Nú það skrítið að 100 árum seinna, þá kemur Vernon Harrison sem expert á svona sviðum og hann starfa fyrir Sálarannsóknarfélagið breska og hann skrifar grein sem birtist mjög víða, bæði í dagblöðum og tímaritum allan hinn, þar sem hann fer nákvæmlega í að hvernig Hodgson hafði hagað sér. Nú svo var líka að það var sagt, hann sagði að hún hefði falsað þessi svokölluðu meistarabréf og þessi bálkur af meistarabréfum mestaðum til Sinnett, ritstjóra, Pioneer, að þeir sögðu að hún hefði bara skrifað þetta sjálf. Og ég ætla ekki að fara að þreyta ykkur á því, en fyrstu rannsóknir sem það var fenginn sérfræðingur og hann sagði að þetta væri örugglega ekki rithönd Blavatsky. En Hodgson hafði áhrif, já það voru tveir þeir voru sammála. En hann eiginlega neyddið þá í að breyta sinni niðurstöðu og hún var talin sem sagt vera höfundur bréfanna. Síðan, eins og ég segir þarna, hafa margir rithöndar sérfræðingar skoðað þessi bréf, eiginlega allt til okkar daga og vera sem við alls kyns nýri tækni í að skanna svona rithendur og þeir eru allir sammála að þessi bréf eru ósvikin. Og eins og ég sagði, ef þið farið til London þá getið þið farið í British Museum og séð þessi bréf, þau eru þar sýnis. Ekki í almenningi. Þeir verða að fara í sérstakar deild og það vopnaður vörður held ég sem yfirmanni þegar maður skoðar þetta. Svo var annað að menn voru að spyrja eins og myndir af þessum meisturum. Hún lagði áherslu að þetta eru menn af holdi og blóði alveg eins og við, en þeir vita ýmislegt meira og búa yfir alls kyns bæði andlegum þroska og ýmsum gáfum. Nú, það hafa ýmsir verið að setja upp myndir af þessum heiðursmönnum, en þessar myndir eiga að vera mjög áreiðanlegar vegna þess að það var sérstakur fundur í Guðspíkjafélaginu í London á sínum tíma og sem Blavatsky skipulagði og hún var í samband við ungan listmálara, þennan Smitsjan, sem á þýskum ættum og hann var með stúdíó í London og hann bjó yfir dulargáfum, það var sem sækiskult og sviðið sem sagt að hún þarna í stórum sal og hann upp á sviði með trönurnar tilbúnar og
og það eru sumir sem sitja upp á síðunni hjá honum. Hún satt fyrir neðan og í hægindastól og reykti vindlinga bara svona í mestu rólegheitum. Því hún hvatti aðra til að fá sér líka smók því að það myndi róa fólkið. En sem sagt, og á vissum einum punkti þá byrjar hann allt í að mála. Og einn af þeim sem að sátt að síðinu, þeir urðu var við að þau sáu annan meistarann þegar málaði hinn og svo hinn. Og ég ætla ekki að fara, það fara mjög nákvæmlega út í allt þetta, en Blavatsky sem sagt, hún gaf blessun sína yfir þetta. Þetta væri alveg nákvæm mynd af þeim. Þið getið farið á netið, nú ekki heilags lengur, þið getið skoðað allt þessi málverk í smáatriðum. Sem sagt, það því ljóst að Blavatsky var höfð fyrir rangri sök varðandi þessi bréf og virðist að Hodgson hafi verið mikið mun að koma á hennar sök í einu og öllu. Kristniboðun á Indlandi og breska heimsöldin líkaði ekki, já, ég er búinn að segja þetta. Og svo rannsóknar, já, að tala allir fyrir hann. Þá spyrir maður sig, hvað með Tian stansana? Eins og ég sagði í gær, orðið Tian tíbeska orðið yfir Diana í sanskrit sem hugleiðing eða íhugun sem fór svo yfir til Kína og heitir þar Chan og náttúrulega Zen í Japan. Þetta allt sama orðið. Fræðimenn, þeir töldu þetta bara tilbúning af því að það ekki hægt að finna stansana og Tian neinstaðar í austurlenskum bókmenntum. Þeir finnast hvergi. Þegar ég var að garfi þetta, því ég engin sérfræðingur en ég sá þetta hvergi og ég var svona frekar skeptískur á þetta. En hérna, ég held að sé gott, það var ágætur maður í félaginu Londamanni, hann sagði hérna, svona hluti hef ég svona sem working hypothesis. Hérna, hann geymir það sem tilgátur í hugunum, hann segir ekki nei og ekki já. Bara við vitum það ekki. Nú, svo kemur fram, já, og svo líka var dregið að hún nokkuð tíma verið í Tíbet af því að hún var fyrst og fremst kona, hún þurfti að hafa marga með sér og hún gerði það, hún var með marga hjálparmenn með sér og það væru fjallaræningjar þarna og ýmislegt. En það sem að sannar það hún var þarna, það uppgötvun á svokölluðum Quixote-bókum. 1981. Það bandarískur tíbetfræðingur, David Reichl. Það var líka hollendingur sem var kominn á slóðina og hann fann þessar bækur. Og ég hérna með mynd af, geti keypt þetta á Amazon eða vilji. Þetta bók þessi handrit. Og ég tók líka með eindók ef ykkur vilja skoða þetta hérna. En það merkilega að ástæðan að menn fundi ekki þessar bækur var að Tíbetar, þeir bera, þess að heitið á þessum bókum, þeir bera það fram allt öðruvísi. Blavatsky nefnir í formálana Sigurdóttir að mikið af efninu sé komið úr Quixote-bókunum. Hún segir bara Quixote. En ég kann ekki að fara með það, en Reichl hann setur fram svona nokkur en hvernig þeir segja þetta. Þá segja þeir einhvern grunzi, þið þekkið í Kína svona þessi hljóð sem þeir hafa. Svo þetta var eiginlega hindrunin, sko. Og nú er hann búinn að finna þetta og svo tek ég hérna áfram því sem við vorum í gær, bara svo við sleppum ekki. Þetta passar alveg inn í hérna. Þar segir hún að það eins og kennt í esoterískum kennslubókum, það hvorki takmarkalaust tóm, né skilyrt fylling, heldur hvort tveggja. Og það var og mun ávallt vera. Og skikkjurnar sem við nefndum í gær sem á ensku eru veil, það tákna innra eðli hins óaðgreinda alheins efnis. Þetta dálítið torskilin mál. Ég ætla bara að kynna þetta og ef þið viljið skoða þetta þá get ég bent ykkur á góða bækur. En þetta ekki efni eins og við þekkjum.
heldur þetta andlega inntak efnis. Og það eilíft og jafnvel eitt með rýminu í óhlutstæðri merkingu þess, eins og hún segir. Grunneðli einnig uppspretta þennan fíngerðu eiginleika sýnilegs efnis. Hún alltaf að tala sem bakgrunnin á þessu öllu. Það sál hins eina, takmarkalausa anda og innbyrjar nefna það múla prakriti og telja það vera hið upprunalega efni sem undirstaða upati eða farvegs sérhvers fyrirbæris í heiminum, hvort heldur efniskens, huglegs eða andlegs. Og þetta uppsprettan sem að Akasa geislar frá sér. Þið vitið að Akasa fyrirbæri sem að heldur öllu sem að gerist og það talað minnistöflur eða memory records og þeir sem að hafa gáfur í því þeir geta farið inn á Akasa minnistöflunar og séð fyrir atburði. Svo kemur það sem ég vildi koma að í þessum erindum að fara yfir svona það sem við vitum úr fortíðinni, kenningum og sögunni, en líka að kynna ýmislegt sem hefur komið fram núna á seinni árum. Það ansi margt sem hefur komið fram sem var ekki vitað áður. Og ég náttúrulega veit ekki allt, en ég set fram svona það sem ég hef uppgötvað sjálfur. Fram á sjónarsviði kemur maður sem heitir Ariel Sannat. Hann bandarískur heimspekiprófessor í Washington og feikilega, ég lesi svolítið eftir hann. Hann afskaplega vel að sér öll guðspíkileg málefni. Og hann segir, í fortíðinni hefur Sigrid Doktrin strangt tekið verið skoðuð sem háspíkileg ritgerð. Áherslan á hina háspíkilegu hlið þess stórvirkis eða magnum opus hennar Blavatsky hefur haft í för með sér mikla könnun á því sem kalla mætti hina vitrænu hlið hinnar fornu visku og náttúrulega staðreyndir, þekkingu. Á hinn bóginn hafa afleiðingarnar svo einhliða viðhorfs í miður farið út í öfgar. Þetta hans, ég bara að kynna hans skoðanir hérna. Það fróðlegt það sem hann segir. Samt sem áður sýnir sálfræðilegur skilningur á Sigrid Doktrin, sem reyndar undirstaða hennar og hinnar fornu visku, áður óvænt tengsl hennar við kenningar kristinamálsins. Afar gaumgæfileg athugun sýnir að þessi tengsl eru mjög þýðingarmikil og gefa betri skilning á bæði Blavatsky og kristinamálstík. Hérna eru myndir, ef þið ætla að kaupa Sigrid Doktrin, þá þetta eru 2 bindi. Þetta hægt að kaupa á Amazon. Ég ætla að segja þeim sem hafa áhuga að kynnast í að það til bók sem stytt útgáfa. Það ekki tekið neitt í burtu sem skiptir máli. Það Christmas Humphreys sem var forseti Buddhist Society í London. Hann og Elizabeth Preston, hún var vísindamaður, bjó á Indlandi. Þau eru sérfræðingar í Sigrid Doktrin mörg ár og þau hafa svo mikið af diskussjónum og svona hálfgerður rifrildi milli Blavatsky og vísindamanna á þeim tíma. Og þetta eiginlega efni sem hefur ekkert gildi í dag. Svo þau tóku allt svonalega út úr, en kjarninn hérna og þau umskrifa ekki neitt. Þetta texti nákvæmlega eins og frá Blavatsky. Og þetta hérna hægt að kaupa líka. Það svona aðgengilegri leið í að kynnast þessu. Og þarna ljósið af hluta þessum tíbesku. Þetta eru svona strangar eins og svo þetta rúlað upp hérna geitt á svona kefnum. Halldór, eigum að hafa kaffihlé eða? Já, ok, takk fyrir það. Á ekki að slökka fram með það? Já, þú slökka. Svo faraði einhver stað sem náttúrulega mikið gróður í kring þarna, tré og annað. Þau finna eitthvað rjóður þarna sem þau setjast niður og fara að taka upp hérna úr flöskum.
þau eru náttúrulega með þjóna með sér og þau voru 6 en á leiðinni þá bætist við ágætur vinnur þeirra, Indverji, svoleiðis að þegar þeir eru að fara að fá sér te, þá vantar einn bolla. Þess að fólkið náttúrulega svona bæði grín og alvöru sig, hérna getur ekki bara galdra frá bolla fyrir okkur. Og eins og ofta áður, þá tók hún áskoruninni og hún svona horfir í kringu sig og biður einn þjóninn að fara og grafa niður á einhvern stað. Það sáu allir að það sem að gróf niður, að jörðin var algjörlega óhreyfð. Það var mikið af táum og rótum þarna á leiðinni. En þegar hann grefur meira og meira, þá kemur hvítt í ljós og þarna er bolli. Og þegar hann gróf enn lengra, þá var líka undirskál. Og þetta er í nákvæmlega sama skíl og bollin og bollastelli sem þau voru að drekka. Þegar þeir komu heim, að þá flýtti Olcott sér og kona Sinnett, Patience, fór beint í eldhúsið til að vita hvort hún hefði laumast inn í eldhúsið og tekið auka bolla. Það var þannig að þetta var sett á 12 bollum og 3 pör voru með brotna hanga og þau voru sett á sérstaka hillu í eldhúsinu. En þarna voru 3 aðrir, þess að það voru 9 sem voru heilir. Þau höfðu farið með 6 með sér. Svo þegar þau koma með bollapörinn aftur, þá eru bollapörinn orðin þess að 7. Það er að segja að það eru komið 13 bollar í staðinn fyrir 12. Svoleiðis að þarna að ræða viðbótar bolla og skál. Þegar að hérna var haldið upp á 100 ára afmæli Guðspíkifélagsins í New York, þar sem það var stofnað náttúrulega fyrir 100 árum, svo 1975 var afmæli. Þá var svona verið að sýna ýmsa gripi frá þessum tíma og þessi bolli og skál voru þar til síns. Og það er haldið upp og ég held að það sé komið til afdýjar núna. Svo þess að þarna er sem sagt bolli og undirskál sem hefur verið galdur fram á óskiljanlegan hátt. Já, hún Haraldur líka var að spyrja hana Flási hvort það hefur verið hrein mey. Þú fá að svara því. Náttúrulega, ég veit það ekki. Ég bara veit það ekki. En, ef við skoðum söguna, hún er ung, sem hún er gift þessum Rússa og hún strýkvar að heiman eftir nokkra mánuði. Og það hjónaband fór aldrei það átt sem átt að gera. Þannig að hún er hrein mey úr þeim, frá því heimili. Svo er hún á endalausum ferðum heiminn, við veitum ekki hvað við gerst þar náttúrulega. En svo var það þannig að árið sem að félagið stofnað, þá var það maður frá Georgíu sem var í New York og hann skrifar Olcott bréf og hann var svo mikið áhuga á spiritisma og spurði hvort hann gæti ekki komist í kynni við hana Blavatsky. Það var hann að geta af henni. Og Olcott svarar hann að það sé að velkomið og hann kemur og þegar hann fer að tala við þau þá verður hann svo hugfanginn af Blavatsky að hann biður hennar. Og hann verður svo ágengur að hérna, hún var hálf reið bara og vildi ekki hafa með hann að gera, með engan að hóða sig. En hann hótaði henni að hann myndi fyrirfara sér ef hann myndi ekki geta sér. Svoleiðis að í lokin þá lét hún undan að þau getur verið gift svona allavega á skjælinu, en hérna, hún setti ákveðið skilyrði. Þau bjuggu saman í nokkra mánuði og þegar hann alltaf að fara að brjóta inn að þessar reglum sem maður ekki ímyndað sér hver var, að þá sá hann bara nóg komið og hún fór bara. Og það var ekki meira því. Og hann var mjög reiður og hann fór fram á lögskilnað og hann var veittur alveg óbúslega. Þau skildu þarna alveg öruglega.
Þegar að þau giftust þá héldu þau að gamli Blavatsky heima á Rússlandi væri döðu fyrir lungu. En tilfelli var 12 árum seinna þá komust þau að því að það var enn spreðrigandi. Það var svona eiginlega ólöglegt að þessu leik. Jæja, við halda áfram með þetta. Hérna nú bara setti hérna ljósið, ef ykkur vil skoða þetta, þá er ég með þessa hérna bók, hún er hér, sem er með tíbersku letri hérna framan á. Það heitir Blavatsky's Secret Books og er eftir hérna David Reichel og konu hans, Nancy. Það er mjög afar fróðleg lesning og hann er búinn að skrifa meira og hann hefur verið tíður fyrirlesari hjá guðspíkifélögum í Bandaríkjum og víðar. Nú, þessar 10 tebækur samanstanda eins og þarna stendur, 35 exoterísku ritum og 14 esoterísku. Þessar exoterísku er að finna í mörgum klaustrum af Gelugpa-höfðinni sem er sama á Dalai Lama. En þau esoterísku, þau voru undir lásaskrá. Það var bara fyrir lama sem eru komnir á viss stig, svona á þroskabraut eða andlega. Og það, eins og ég sagði áðan, það að hún hafði aðgang að þessu, sýnir að hún var þarna og hafði aðgang að þessum bókum. Fyrirgefðu má ég ansvara. Þær esoterísku er að finna í mörgum klaustrum, en þau esoterísku voru undir lásaskrá. Hver er munurinn? Já, fyrirgefðu, ég las ekki, esoterísku og já, fyrirgefðu, sé þetta. Hérna er bara, ef þið viljið banta þetta, þá var þetta til. Og tíbeska hefðin í Búddadómi, Tíbet, telur að þessi 14 esoterísku rit feli í sér hinnar leyndu kenningar Búdda. Ég legg ekki að koma það, ég er ekki inn í. Þetta er fróðlegt að kynna sér. Í fyrsta riti af þessum esoterísku, sem eru eiginlega kommentarar eða skýringaritt við kífutjörpabækunar, þar er að finna hreinlega bók Tján. Þessar staðinslásu Tján eru þar. Aldur þessara rita sagði Blavatsky að margar þeirra eru ekki svo gamlar, svona 1000 ára gamlar eða svo, en fyrsti hluti af skýringarnum, að þessum esoterísku, það er ævaform. Hún hélt því fram. Nú, í Secret Doctrine eru kynntar þessar frumkenningar, viskuhefðarinnar sem kalluð er, Wisdom Tradition, uppruna og þróun mannsins og heimsins. Það er nefnilega merkilega þarna í þessu bókum, þar er bæði uppruna heimsins og mannsins. Þess að við veitum, hún er í 2 bindum. Já, sem sagt, Bók-Tján er byggð á fyrsta ritinu. Hérna myndar forsíðun á, og nú komum við inn á Kalachakra Tantra. Og þessi fyrstu rit þarna, það er hreinlega Kalachakra Tantra. Og það eru 2 útgáfur. Það er svo sem að er til í dag, sem er þessi þessi Lakhu Kalachakra, hún er stytt útgáfa. En frá því sem Blavatsky skrifar, þá virðist vera að hún hafi haft aðgang að þessari original útgáfu, sem er brötuð núna í dag. Já, eins og stendur hérna, útgáfan, hún er týnd, en hinn er aftur aðgengileg í dag. Það má kannski bæta því við að Dalai Lama hefur komið til Vesturlanda og vígt menn inn í þetta. Ég er að koma að því. Já. Sko, Kava er tími, Chakra því hjól, það er að segja hjól tímans, og Tantra getur verið bæði fræðileg og svo iðkun. Og það sé að Haraldur var að nefna þetta, að ég tala stundum við hana Þórhöllu Björnsdóttur sem hefur búið í Dharamsala í 30-40 ár. Þá
hún fór í gegnum þessa þjálfun. Hún sagði að þetta er eitthvað erfiðasta þjálfun sem hún er nokt sem farið í gegnum. Þau voru 4 saman í hóp, þau unnu saman sem sagt. Þetta er bæði þekking og líka mikil iðkun. Svo það er alltaf gaman að í dag að þá erum við með fólk sem er bara farið að þjálfast í þessum fundum sem að voru svona mjög fjarlægir á þessum tíma. Já, eins og ég sagði að fyrsta bindið fjallar uppruna heimsins og svo kemur hitt þar og og Rækul hann vil meina, eins og stendur hérna, að Kíóp-te bækurnar séu tíbesku búddistam höndrunar og eru ekki aðeins tilgáta heldur þær eru sannarlega stæðir. Já, og ég skjótaði hérna inn í að það var einhver að spyrja þetta hérna áðan, að það er svo margt sem við vitum ekki sem er að gerast í heiminum. Einhver tíman svona með eftir 1990, það átti sér stað einhver mestu flutningar og menningarhefð í heiminum bara, held ég í sögunni, og fór mjög hljótt. Þannig var að Bandaríkin höfðu veitt Indlandi mikla efnahagsaðstoð. Indverjar þeir gátu ekki greitt allt tilbaka. Það var gerður samningur menningarflutninga að þeir eru með aðgang þarna að mikið af tíbeskum handritum sem í Dharamsala og margir munkarnir þeir eru tekist að taka feiki mikið af tíbeskum handritum sem eru til staðar þarna í Dharamsala. Og það var gerður, bara í stuttum máli, það var gerður samningur að í staðinn fyrir greiðslu, þá myndu þeir láta af hendi þessi handrit og þau væru sem sagt skánnuð og það væri hægt að gera eintök af þeim, kopjur og þetta hljómar einkennilega en staðreyndin að það eru herbergi í 30 háskólum í Bandaríkjunum full af handritum frá Tíbet og líka sanskrítarhandrit frá Indlandi. Þetta er út af þessum samningi sem hann gerði. Þetta gerðist mjög fljótt. Nú vantar bara fræðimenn að skoða þetta. Þetta er bara eins og við með Nag-Hammadi hérna handritin þegar þau komu en þá þurftu fræðimenn að fara að læra koptísku til að geta þýtt þau. Nú býður bara verk fyrir ungt fólk að kynna sér tíbeskt mál og sanskrit til að geta þýtt. Og hann segir, Guðum að vita hvað leynist í öllu þessari rúr. Þetta eru hillur bara sem fylla heil herbergi uppfull af þessum handritum. Þetta sem sagt hefur gerst. Svo þess að ég ætla að sé hægt að panta jafnvel núna kopjur á netinu af þessum ritum ef menn kunna bara að lesa það. Svo í samtíð við þekkinguna, framhald af þekkingunni. Að næstu kafla, þeir fjalla andlega þjálfun og sá síðasti jnana, eins og í jnana jóga, sem bæði sem sagt jóga þekkingar, visku, en ekki síður skilnings, dómgreindar og skilnings. Og þá spurningin, hver tilgangurinn með þessari þjálfun? Það jú umbreyting á vitund mannsins. Og líka að þjálfunin verði öðrum til góðs. Þarna komum við inn á það sem við setjum hérna neðst, það Bodhisattva hugsunin. Í bókum Blavatskys og Rödd-Thagnarinnar þá sjáum við það að það algjört undirstöð atriði að það sem menn að gera, það til heilla fyrir heiminn en ekki á sjálfum. Þess að fyrsta skrefið þarna að lifa til heilla fyrir mannkynið. Ég setti bara mynda þetta einum Bodhisattva sem kannski það frægastur. Það Avalokitesvara. Við þekkja þetta margar mörg listaverk af honum. Nú, Róttagnarinnar sem á rekja til bókar hinna gullu fyrirmæla, það líka komið úr þessu handriti, Kíóp-te bókum. Nú, til dæmis, bara sem dæmi, ég tók hérna að í Rödd-Thagnarinnar,
það er 131, ef við flettið upp, þá er sagt, hyggst þú verða jóki tíma hringsins. Og tíma hringurinn er náttúrulega Kala Chakra. Þetta sýnir að þetta er tilvitnun. Og svo kemur þetta líka, sem er mjög mikilvægt, að slíkur jóki á ekki að draga sig út úr heiminum, heldur að feta leið samúðar fullra þjónustu við mannkynið. Hér kemur Dalai Lama og hann þegar 1981, það nokkuð merkilegt, þetta er sama ár og þeir finna handritinn þarna. Hann er búinn að sem sagt að bíja marga sem hafa farið í gegnum þessa Kala Chakra iðkun og komið til Bandaríkjanna. Og ég held oftar en einu sinni síðan þetta var. Og þetta er svona hluti af hans friðarboðskap. Nú, hérna kemur aftur Ariel Sanat. Hann vil meina að nýlegar uppgötvanir varðandi Xian-stasana færir sterk rök fyrir því að inntak Kala Chakra og höfuð inntak lífsbyggilega kenninga sé umbreyting vitundar mannsins. Og ef við förum aftur í tíman að Robert Bowen, sem var í svona námshóp hjá Blavatsky þegar hún var komin til London, þannig að hann dó, að hann sagði að hún hefði bent á að menn sem að fyrir ekki, ég hefði snarlega Seret, fyrir ekki, það var að vera secret. Að þessi stúderi secret doctrine og iðkjuhugleiðingu, þá verður þeir að gera hvort tveggja. Þeir eru að stúdera þekkingu og þeir eru að ástunda jnana jóga og hún vildi meina að það sé eðlilegasta leiðin fyrir vestræna nema. Nú, tíbeska hefðin telur Kala Chakra kenninguna koma frá Shambhala. Ég legg engan dóm á það, bara það sem ég hef lesið. Það talaði Shambhala kenninguna. Og annar möguleiki líka er að þetta komi frá fræga búddíska speking Nagarjuna. Hann var að vísa á verkum, hann var bæði Vedanta og búddískur spekingur. Nú, Ariel Sanat, aftur, hann vil meina að þarna sé sem sagt tenging alveg frá Kala Chakra fræðunum í gegnum Sigri Doktrín og Mahatma fræðunum frá Gautami og Moria annars vegar og svo kenningu Krishnamúrtis hins vegar sem kemur heim og sama við náttúrulega það kenningar sem stóðu að baki þess að hann kom fram á sjónarsviðið. Nú, Nagarjuna fjallaði mikið tómið sem hann kallaði Sunyata sem tóm vitundarinnar en eins og Þrývaldi sagði, það gaman að segja að tómið að ekkertið er ekki ekkert. Það er ekki alveg tóm. Og hann vildi meina líka að þessi framkoma Krishnamúrsi á 20. öld hafi gert okkur möguleika hvort við erum í alvöru að fást við þessa hluti eða ekki. Og líka að það krefst ekki neins kennivalds að leita innan. Þetta er svona sagt megin tilgangurinn að áliti þessa Ariel Sanat. Og hann segir líka að þessi mynd þetta er svona ímynd, þetta er ímynd einhvers listamanns, hvernig Shambhala líti út. Það er til fleiri svona að gaman að þessum myndum. En þetta er ekki veruleikinn. Hann vil meina að þetta hafi verið mistökuð tilviljun og þar hafi fyrsta leksía í Shambhala kenningunum verið kynnt vítt og breytt í öllu sínum tærleika, sem hann segir. Já, svo segir hann að þótt hinn háspillilu viðhorf og þá náttúrulega þekkingarhliðin eigi sinn sess að þá standa þau samkvæmt Blavatsky aðeins fyrir einn hinna 7 lykla
Þetta er mjög dularfullt mál. Hún talar um 7 lykla og allt þetta er bara tilheyrir einu þeirra. Sem sagt þetta tilheyrir aðeins einum hinna 7 lykla til að öðla skilning á Sigurd Orfing. Á hinn bóginn hníga af því fjölmörg rök að hinn sálfræðilegi og einnig nefndur hinn andlegi eða místíski lykill sé sá sem fyrst eigi að snúa en nokkur hinna eigi að koma einlægum nemanda að nótum. Sem sagt að áherslan hefur alltaf verið á þekkingarhliðina þegar menn stúdera Sigurd Orfing. En hann vil meina að og við getum séð það frá þessum námshóp sem að Blavatsky var með í London, hvernig hún kendi, að þess að andleg ástundun er afar mikilvæg þarna. Nú að lokum komum við að hjarta lífsbygginnar er ekki aðeins eins að kenning sem hver veit getur ritað af mismunandi skilleika, heldur þetta miklu fremur hvernig umbreytt skynjun getur á sér stað algjörlega laus í hvers konar tilkall hins mótaða huga. Það er að segja þetta einhverjum ideológíum. Umbreyting vitundar mannsins. Og ég setti motto félagsins hérna fyrir neðan sem er viðeigandi. Svo hérna í lokin, þeir sem hafa áhuga á að kynnast, þá ég tók svona það eru fleiri bækur til, en ég vil sérstaklega vekja athygli á þessari hérna. Eftir Sylvíu Cranston, hún er nýjasta bókin og hún kemur með svona viðbótar þekkingar sem hafa komið fram ævi Blavatsky og líka að hluti af bókinni sýnir sem sagt hvaða áhrif hún hafði í heiminum. Hún hefur haft ómæld áhrif á mörgum sviðum. Hún hefur haft mikil áhrif á marga rithöfunda. Ég veist alltaf prófið til þess að James Joyce, sem er mjög svona sérstakur rithöfundur, hann var á kafi að lesa Blavatsky og hérna fyrir slíkir. Og nú listmálarar, hérna Mondrian sem er upphafið á abstraktlistinni og Kandinsky og Paul Klee, þeir voru allir á kafi að lesa guðspeki. En þetta hefur aldrei þótt fínt þegar fræðimenn eru að fjalla myndlist, þá passa að nefna þetta aldrei sko. Því það sé eitthvað furðulegt. Núna í dag, þegar við farum inn á netið, þá er talað þetta beint úr. Það er komið loksins. Það er sagt að abstraktlistin á sína rætur frá guðspekilegum kenningum. Og tónlistarmenn líka, margir sem að hafa. Svo líka myndi ég benda á þessi bók hérna. Þetta er þessi sænska greiðafrú sem aðstoða hana þarna í Þýskalandi. Hún segir bara lýsir lífinu þarna frá degi til dags. Það er afar fróðlegt. Þess að hún sér hana, hún drekkur kaffi og reykir sígarettur allan daginn. Til að slappa af að laga kapal. Svo náttúrulega það var mikið gestagangur. Kom fólk á kvöldinu og alls konar fólk sem það var að heimsækja. Þessi bók hérna er líka frekar nýleg og hún fjallar þetta eru eiginlega samansafn af lýsingum fólk sem kynntist Blavatsky og skrifar hans kynni sín, sem sagt. Það er ekki eitt rithöfund, þetta er samsafn af margt merkið sem kemur í ljós þar. Til dæmis það að grípur niður í bókina, það var kona sem bauð í samkvæmi með ykkur voða fínum frú. Þær vildu bara sjá táraflög. Og Blavatsky gerði ykkur smávís og hún sagði ég er búin að fá leið á þessu og þetta er ekkert merkilegt. Sjá. Það er eiginlega ótrúlega að skuli ekki vera búið að gera bíómynd þessa konu. Og þetta... Já, það satt segir. Það er til einn rússnesk mynd hana og ég á hana á disku. Við sýndum hana fyrir nokkrum árum. Það er mjög frekt rússnesk leikona sem var leikur hana. En það er ekki svona ævinn ef það væri gerð góð kvikmynd hana. Já, bresk. Þetta er svo litrík ævi. Ég menna það. Bara og myndræn og allar. Hvað er þú gömul? Hún var 60. Hún fædd 31 og það er 91.